Ég starfa á bráðamóttökunni af því ég hef lengi haft mikinn áhuga á bráðum veikindum og slysum og hef starfað hérna í 15 ár og mér finnst þetta ennþá mjög gaman. Þetta er virkilega áskorun að geta metið fljótt og hratt ástand fólks og vera alltaf að hugsa hvar vandamálið liggur. Ég hef mestan áhuga á svona minniháttar slysum og áverkum. Það er svona mín sérgrein, en í rauninni finnst mér allt spennandi. Þetta krefst mikillar hæfni, þekkingar, reynslu og svo eru samskiptin alltaf lykilatriði líka. Maður er alltaf að hitta nýtt fólk á hverjum degi og það er virkilega krefjandi. Í dag starfa ég frammi í móttökunni og þá er mitt hlutverk í rauninni að passa upp á biðstofuna á bráðamóttökunni og meta í rauninni á mjög skjótan hátt alla sem að koma, hvort að þeir séu í bráðri lífshættu og þurfa að komast inn og hitta læknir bara innan við 2 mínútum eða strax, eða þá hvort að þeir geta beðið aðeins. Og þegar ástandið er eins og það er núna síðustu daga á bráðamóttökunni þá getur biðin verið löng og þetta getur verið mjög erfitt að vera hérna og fylgjast með fólki og hafa það ábyrgð að taka það ákvörðun hvort að fólk getur hreinlega beðið eða ekki. Til að starfa hérna frammi þarf að vera búið að vinna í 2 ár á bráðamóttökunni af því að maður þarf að hafa séð svona sem flest og þekkja svolítið einkennin og geta brugðið skjótt við ef það er einhver aðkallandi vandamál. Auk þess þarf bara að vera búið að fara á námskeið í kerfinu sem við notum, að þetta er svolítið systematics mat sem við notum og förum eftir ákveðnu forgangsflokkunarkerfi. Ég er með BS-prófi í hjúkrun og er líka búin að klára masterpróf í hjúkrun, sjúklingar með bráð og alvarleg veikindi. Og er svo í námi fyrir sérfræðiréttindi í bráðahjúkrun. Ég er auk þess hef mikið verið að kenna skyndihjálp og bæði hjá Rauða krossnum samt minna en aðalega hjá Landsbjörgu og það er nú svona svolítið auka afþreyingin mín. Ég hef mikinn áhuga á að við þurfum með vaxandi fjölda fólk sem þarf að leita til læknis, þá þurfum við að auka svolítið menntun landans í að vita hvenær og hvert á að leita og hvað er hægt að afgreiða sjálfur heima.